Það er náttúrulega afar mikilvægt að Seðlabankinn tryggi bönkunum lausafé í íslenskum krónum til að þeir geti lánað út til sína viðskiptavina. Í fasteignageiranum þá eru vaxtagjöld eitt stærsti og í raun stærsti kostnaðarliður á rekstrarreikningnum, þannig að við fögnum öllum tilraunum til þess að ná niður vaxtastigi hér á landi. Seðlabankinn lækkaði vexti í vor til þess að, og sem ég held að vera mjög gott skref, bara til þess að örva innlendan markað og allt það. En það hefur rosalega lítið verið talað um það, sko, hvað svo? Hvert planið svona til lengri tíma með vaxtastefnuna hérna á Íslandi og þetta að passa sig að við festumst ekki í einhver lágasta umhverfi. Nú hefur Seðlabankinn lækkað vexti mjög myndarlega. Fjárbinding banka því að lána til fyrirtæki og sveitarfélaga allan fyrirtæki virðist vera miklu meiri hér en annars staðar, þannig að þessar aðgerðir Seðlabankans sem hafa verið góðar að lækka vexti hafa ekki náð að tilætluðum árangri, þess að það hafi ekki skilað sér til fyrirtækjanna og því ekki haft þau hvetjandi áhrif á hagkerfi sem að búast mætti við. Fyrir okkur sem erum í alþjóðaviðskiptum þá skiptir auðvitað máli hvort að krónan sé sterk eða veik, en það sem skiptir svo rosalega miklu máli samt þessi stöðugleiki, þannig að maður getur gert plön og þau standist nokkuð veginn. Mögulega er þetta bara við vindmyllur og 20% gengislækkun hefur ekkert sérstaklega hjálpað þessu hluta útflutningsins. Ég get alveg ímyndað mér að þú ert í sjávarútvegi og ert með bara laun í íslenskum krónum og ert með aðföng sem þú færð úr sjónum og kvóta í íslenskum krónum, að það hjálpar það. En þegar þú ert með svona alþjóðleg fyrirtæki sem eru með fólk á launum á mörgum stöðum, að þá viltu náttúrulega hafa stöðuleika og bara þakklátt því að Seðlabankinn sé að bjóða upp á einhvern stöðuleika, en hann er ekki alveg nógu mikill. Ég tel persónulega að einmitt það þarf að sýna aðgát þar en að Seðlabankinn hafi verið að grípa inn á réttum tíma og með réttum hætti á gjaldeyrismarkaðinn. Ég tel að við núverandi aðstæður í hagkerfinu, sem við erum að sjá mikla framleiðslu slaka og mikið atvinnuleysi, að það væri í raun alveg skelfilegt ef við myndum sjá hérna mikla verðbólgu ofan á það. Og ég held að þetta sé tvíþætt. Annars vegar þá held ég sé nauðsynleg að hafa ákveðinn fyrirsjáanleika í þessum aðgerðum Seðlabankans í fyrsta lagi og þeir ná þeim markmiðum með reglulegum gjaldeyriskaupum. Að sama skapi að þá tel ég líka mikilvægt að Seðlabankinn geti brugðist við ef að það eru stórar fjármagnshreyfingar sem að væru annars til þess fallnar að hreyfa markaðinn mjög mikið, að hann geti beitt sér þar. Ég held að við ættum að horfa til þess að rýmka heimildir til afleiðuviðskipta með krónuna. Af því að það allavega rýmkað upp að einhverju marki sem myndi draga fleiri aðila að borðinu, það myndi auka skoðunarskipti, gjaldmiðlinum og auka verðmyndun og dýpt. Auðvitað má mögulega færa rök fyrir því að hluta af þessu útflæði gjaldeyris sé út af virkni Seðlabankans á markaðnum. En ég tel samt að þetta hafi verið algjörlega mikilvægt skref og mér finnst að það er nota forðan í svona aðstæðum til þess að verja krónuna og til þess að vera ekki að stuðla að auknum gengisleika. Ég er reyndar þeirrar skoðunar að Seðlabankinn hafi kannski full lengi verið að tala vopnin í vopnabúrum sínu og sín fjárhagslega styrk, kannski aðeins og seint farið að stað, en enga síður bara komið sér vel og ég held að náttúrulega sé í krafti þess líka að hann, eins og bara við öll, erum auðvitað vonað tímabundi ástæður sem að ræða og ef hann hefði ekki verið að grípa þetta myndarlega inn, að þá værum við kannski, þegar við förum og viljum finna viðspyrnuna, þá værum við kannski ennþá veikari stöðu og ekki jafnvel í stakk búin til þess að taka þátt í viðspyrnunni og að snúa hjólunum til betri vegar. Ég er fylgjandi því að Seðlabankinn beiti sig þarna. Mér finnst hins vegar einnig skorta fyrirsjáanleika þarna. Ég held að við ættum að horfa til Seðlabanka annarra þjóða í þessu samhengi, þar sem að þeir hafa gefið út áætlun kaup á skuldabréfum á einhverju tilteknu tímabili. Og ég held að skýrari rammi utan þessa stefnu myndi auka trúverðugleika hennar og væri til þess fallin að minnka óvissu og óvissa er náttúrulega það sem að öllum fjárfestum illa við. Það horfum á, eins og hún nefnir, inngripin á gjaldeyrismarkaði,
En núna hefur Seðlabankinn keypt frá áramótum á þessu ári sirka 103 milljarða í gjaldeyri og þar með þetta dregið krónur úr umferð, þannig að þrátt fyrir að Seðlabankinn segist ætla að auka peningamagn í umferð með kaupum og skuldabréfum, þá hefur hann í raun og veru massíft verið að draga þær úr umferð með kaupum á gjaldeyri. Og þá kannski sérstaklega til að styðja við bara aðrar aðgerðir sem hann hefur gert. Hann hefur vissulega hjálpað til með að slaka aðeins á kröfum á fjármálastofnanir og svo er bankaskatturinn að lækka líka sem gerir þá aukinn slagkraft í gegnum fjármálastofnanirnar sjálfar. Þannig að ef hann getur stutt við með þessari íhlutun líka væri henni góða og sérstaklega kannski til þess að minnka brattan á vaxtakúrfunni og þar með kannski á þessum óvissu tímum að fyrirtæki geti og almenningur kannski auðveldara með að fjármagna sig til lengri tíma heldur en að vera bara á stutta endanum. En auðvitað hafa verið uppi ýmsar umræður einhvers konar hvatalán og annað, en ég tel að þetta krefjist mjög mikil samráð milli fjármálakerfisins og Seðlabankans og þetta ekki hægt að búa til einhvers konar ríkislausn og reyna að innleiða þær því við höfum séð að þær tilraunir hafa ekki skilað árangri hingað til eins og brúarlán og annað sem að ríkið hefur kokkað upp inn í ráðuneyti. Það er spurning hvort að það sé ekki eitthvað fleiri í regluverkinu sem að þurfa að endurskoða til þess að hvetja til útlána til fyrirtækja. Og ég myndi auðvitað segja að eitt af því hafi verið að loka fyrir innlán í Seðlabankanum, sem ég mætti að gera það í meira mæli, jafnvel loka 7 daga klukkan, til þess að fyrirtæki, bankarnir hafi virkilega hvata því að koma peningunum í vinnslu. Mér finnst vera ennþá kraftur í íslensku atvinnulífi og því er líka mikilvægt að bankarnir séu í stakk búnir til að lána fyrirtækjum í framkvæmdarverkefni sem er nú aldeilis mikilvægur hluti af því að koma hagkerfinu í gang. Og ég held að það sé mjög mikil munur eftir hrun, þá var líka talað mikið um nýsköpun og þurfti að byggja upp alþjóðageirann, en það voru vextir svo háir að fólk var síður til í að taka áhættuna fjárfest í nýsköpunarfyrirtæki, þú gast bara fengið mjög góða verðtryggða vexti hjá Seðlabankanum. En núna þegar við erum svona lágt vextastig, að þá er valið eiginlega auðveldara. Já, núna vill svo vel til að við erum með prófessor í hagfræði í brúnni í Seðlabankanum og það sem að hagfræðin hefur verið að kenna okkur mest á síðustu 100 árum eða svo, eða við stjórnum peningamála, þá eigum að styðjast við fyrirframkunnar og fyrirsjáanlegar reglur. Hins vegar hefur bæði hér og annars staðar Seðlabankar alltaf verið að færast í meira og meira í það átt að vera svona opportunistic í ákvörðunum sínum og ég held tvímælust að Seðlabankinn eigi að varast við því og varast það og þar eigum við frekar að treysta á prófessor Ásgeir heldur en Seðlabankamannin Ásgeir. Varðandi síðan viðspyrnuna, þá er einmitt mikilvægt að bankar geti lánað út, en það er líka mikilvægt að við tökum öll þátt í því og við tökum öll þátt í því að tryggja það að atvinnulífið og efnahagslífið fara aftur á stað. Og þá er ég ekki bara að tala um bankana og hið opinbera, lífeyrissjóðir, sveitarfélög og allir sem eru í virðiskeðjunni þurfa að koma þar að.